En hátekjufólkið sem á tyllidögum talar mikilvægi jafnréttis og réttlætis og svo framvegis. Ég tala nú ekki konurnar sem eru komnar upp úr glerþakinu. Ef að baráttan hjá þeim væri gagnvart þessum konum sem eru þarna niðri. Nei, þetta eru sömu konur og segja, nei, það má ekki segja krónutöluhækkanir. Við þurfum að fá prósentur. Það engin meining á bakvið. Þetta nákvæmlega sama og Sólveig Anna hefur verið að gagnrýna í þessari baráttu. Þetta kjaftaði að það halli á opinbera starfsmenn. Þetta svo mikið kjaftaði að það nær engu einasta tali. Það hallar á fólk á hinum almenna vinnumarkaði og sérstaklega á íslenskt verkafólk. Það einu hópurinn í íslensku samfélagi í dag sem ekki hefur fengið styttingu vinnuvikunnar. Að það ætti ekki að skattleggja venjulegt fólk. En mér sýnist þá sennilega ekki einasti íslendingur sem venjulegur. Vilhjálmur Birgisson, kærlega velkominn aftur. Já, takk fyrir það. Ég bara skil ekki hvað við liðum svo langan tíma á milli þess að við takum upp. En það gott að sjá þig. Já, það komin tölvöru tími síðan. Já, og af nóg að taka. Já. Sko, mér langar að byrja svolítið víðri linsu. Sjá bara hvernig þú sér þetta og svo þrengjum við linsuna í átt að akarana eða svo öðru. Staðan, þú ert búin að vera svona í langa tíma. Hvað ég að segja, með allt á þínum herðum og þú ert búin að vera svolítið svartsýn svona í gegnum tíðina. En núna þetta orðið alvöru partí. Núna í alvörunni. Og þú ert búin að vera hérna Úlfur. Já, Villi svarti. Villi svarti. Já, ok. En svona í alvöru tala, hvernig horfir þetta við þér? Hvernig staðan? Ég held að það fari ekkit fram hjá einum eða neinum að það að teiknast upp óveðurský í íslensku samfélagi. Þótt að hafi nú verið dálítið lágskýjað að mínum dómi alllanga hríð. Það þarf ekkert nema að skoða bara stöðun á húsnæðismarkaði mörg ár og áratugi aftur í tíman. Við þekkjum það hvernig stjórnvöld hafa á liðnum árum og áratugum kynnt hvern glærupakkan á fætur öðrum þar sem átt að leysa hér húsnæðisvandann. Það ekki ennþá búið að leysa hann. Við vitum hvernig leigumarkaðurinn þar sem við erum með dæmi að fólk að greiða alltaf 70% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu og þetta ekkert að byrja. Við vitum hvernig verðbólga og vextir hafa verið. Þannig að þegar við tölum að maður hafi nú stundum verið svartsýnn þá held ég að þetta sé nú bara staðreyndir sem að hafa blasað við okkur lengi. Við erum með þrefalt til fjórfalt hærri vaxtakjör heldur í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við. Við erum með hér verðtryggingu sem að engri siðmenntaðri þjóð dettur til hugar að leggja á sína þegna eða sína samborgara. Þetta allt við lýði hér, allt til þess eins að mínum dómi til að þóknast hér fjármálakerfinu og slá skjaldborg utanum það. Við getum alveg farið aftur til hrunsins þegar að Steingrímur J og Jóhanna Sigurðardóttir töluðu að slá skjaldborg utanum heimilinn. Það umbreyttist hins vegar í það að þau keyrðu hér á milli allra fjármálastofnana landsins og slökktu alla elda þar. Meira sé að vildu ráðast út fyrir landsteinana og slökkva elda í Bretland og Hollandi með því að láta íslenska neytendur og íslenska skattgreiðendur borga hér Icesave. Sem betur fer að þá voru neytendur og almenningur í þessu landi tilbúin til að standa í lappirnar þá og náða að vinda ofan af því. Þannig að, jú, það eru óviðský og það má eiginlega segja að framundan sé svona dálítið, ef maður tala sjómannamála þá hann að ganga á með hvössum, dimmum éljum ef að þannig má orðið komast. Hvernig sérðu fyrir þér lausnir í þessu? Hvernig ef þú horfir til dæmis bara út frá þínum félagsmönnum og kannski landin í heild? Já, það er bara svo mikilvægt að allir átti sig á því að við leysum ekki vanda íslenskt samfélag nema með að skapa fyrirtækjum góð rekstrarskilyrði. Og jafnframt að auka verðmætasköpun í íslensku samfélagi. Það er þannig sem að við byggjum upp íslenskt samfélag. Það er að auka verðmætasköpun, gjaldeyri skapandi atvinnugreinar. Þetta er það sem heldur síðan öllu hinu uppi. Og mér hefur verið tíðrætt núna að undanförnu að benda á aðila sem að ég tel standa fram úr öðrum sveitarstjórnarmönnum á Íslandi í dag og hann heitir Elliði Vignisson í Ölfusi sem að hefur tekið Þorlákshöfn
eða Ölfus eins og það heitir núna, og snúið því plássi við eins og blautum gúmmivelling. Það sem er búið að fjölga hér störfum, íbúðum, atvinnutækifærum, og Ölfus eiginlega í þeirri stöðu núna að þau eru að velja úr verkefnum sem að liggja á borðinu. Og þetta fyrst og fremst vegna þess að Elliði Vignisson gerir sig grein fyrir því að það er verðmætasköpun, auknar tekjur fyrir sveitarfélagið sem skipta höfumáli og síðan kemur allt hitt á eftir. Þegar tekjurnar aukast, bæði skatttekjur frá fyrirtækjunum, útsvarstekjur og svo framvegis, þá getur byggt innviðina samhliða. Og það er það sem hann er að gera. Og þetta er það sem að mikið af sveitarstjórnarmönnum átta sig bara ekki á, mikilvægi þess að vera með öflugt atvinnulíf innan okkar vébanda, sterkar gjaldeyrisskapandi stóðir. Það eru þau sveitarfélög sem eru með slíkar stóðir sem að hérna ná að vaxa og dafna. Við getum tekið bara dæmi. Horfum bara á Vestfirðina núna. Fyrir örfáum árum síðan, þá voru Vestfirðir nánast að lognast út af. Það var ekkert að vera þar. Hvað er að gerast þar í dag? Laxeldið hefur gjörsamlega snúið í við, ásamt því, við tökum bara Ísafjörð sem dæmi, þar sem er að koma 1 og 2 skemmtiferðaskip inn til Ísafjörðar, leggjast upp á bryggju, þar streyma síðan þúsundir ferðamanna inn í bæinn sem að gefa síðan fyrirtækjánum og þjónustu aðilum mikil sóknarfæri og skila miklu tekið fyrir bæinn. Þetta er svona skólabóka dæmi það í raun og veru hvernig samfélög þurfa að vera uppbyggð, því án atvinnu fyrir fólki þá gerist ekki neitt. En hvað finnst þér þá svona háttsemi ríkisstjórnarinnar það að skattleggja einmitt þann iðnað sem þú varst að nefna, hérna ferðamannaiðnaðinn, til þess einmitt að standa undir nauðsynlegri þjónustu? Það er í raun og veru skattleggja alla, helst konur og kalla og fyrirtæki og alla. Og kvár. Og við skulum ekki gleyma einu að því var nú lofa fyrir kosningar og stóð alveg bunan upp úr þessu ágæta fólki þá, að það ætti ekki að skattleggja venjulegt fólk. En mér sýnist þá sennilega ekki einasti Íslendingur sem venjulegur. Því að það verið að skattleggja alla, alveg sama hver það er. Við getum tekið samsköttun hjóna, við getum tekið vörugjöldin, og ég var nú bara að hlusta á í morgun í einu góðum útvarpsþætti hér á Íslandi sem heitir Íslandi Bíti. Þar var framkvæmdastjóri bílaleigufyrirtækis sem var að tala að vörugjöldin munu leiða til þess að bílar munu hækka þetta 2 til 2,5 milljón næstu árum. Litlir bílar líka, svona Hyundai i10 og eitthvað þannig. Nákvæmlega 2 til 2,5 milljón. Og það sem að mér fannst athyglisverðast í þessu sem að hann sagði, það var að hann var búinn að reikna það út hvaða áhrif þetta myndi hafa á hækkun á neysluvísitölunni. Og þar nefnir hann að hann hafi komist að þeirri niðurstöðu að þetta myndi auka verðtryggða skuldir íslenskra heimila 12 milljarða. 12 milljarða. Bara vegna þessa þáttar breytingu á vörugjöldum. Og ég held að sé mikilvægt að bara almenningur átti sig á þessu, að þegar við erum í svona gegnum sýrðu verðtryggðu umhverfi eins og við Íslendingar erum, þá hefur það svo rosaleg áhrif þegar að verðbólgan fer upp. Í öðrum löndum skiptir þetta miklu minna máli innan gæsalappa. Einfaldlega vegna þess að við erum með 19, það sé ekki nálega 2000 milljarðar af skuldum íslenskra heimila sem eru verðtryggð. Og svo þá áttu eftir fyrirtækin, og ég tala nú ekki ríki og sveitarfélög sem eru líka með alveg mjög mikið af verðtryggðum skuldum. Þannig að áhrifin sem að hækkun á vísitölunni hefur á milli mánaða getur haft skelfilegar afleiðingar fyrir heimilin. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið.
Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. En nú veitum við náttúrulega að það þarf að standa undir þjónustu. Vestfirðingar væla hérna yfir því að veginir séu ómögulegir en svo loksins þegar það á að sækja einhverja tekjur til þess að standa undir því að þá væla þeir líka yfir því og svo þeir landsbyggða fólk náttúrulega alltaf að væla yfir betri heilbrigðisþjónustu og vilja fá hana nær og annað en ég meina þetta verður ekkert gert öðruvísi en að við sækjum tekjurnar þar sem þær eru hjá þessum stórfyrirtækjum sem eru að standa undir þeirri velmegun sem við höfum hérna á Íslandi sem þjónustan við hið venjulega fólk og við vitum nú alveg hvað óvenjulega fólk þetta er. Þetta eru þeir sem að skála í Tom Collins á Kjarval og svo væla þeir þegar það á að hækka smá skatta og það eru tvær þjóðir í þessu landi og það eru auðmannastéttin sem að þú ert hérna að sleikja upp og svo það hið venjulega fólk sem að þarf að mæta í þessa vinnu sem að þér þykir svo vænt Já, það svo mikilvægt að fólk átti sig líka á því að þegar þú ert að beita þessu þessu skattatóli sem þú hefur, að þú gerir það þá með þeim hætti að skilja árangri. Tökum einfalt dæmi. Það hækkun á gistináttaskatti og skemmtiferðaskip. Það snerist upp í andhverfi sína. Það snerist upp í andhverfi sína þegar menn stukku og hækkuðu gjöldin svona gríðarlega og það voru sjálfstæðismenn sem gerðu það og Framsókn og Vinstri grænir. Og það gerði það verkum að skatttekjur ríkisins jukust ekki, það drógust saman. Það nákvæmlega sama og þessi ágæti maður sem ég var að nefna við áðan varðandi vörugjöldin, hann fullyrti það að bílasala myndi á nýjum bílum, myndi bara hreinlega nánast stöðvast eða dragast verulega saman. Þannig að þær tekjur sem verið að tala að ná í formi hækkunar á vörugjöldum mun ekki skila sér til ríkisins. Kannski gerist það sama og gerðist með skemmtiferðaskipin að þetta muni skila minni tekjum. Grundvallaratriðið ekki að skattleggja alla í drep. Einfaldlega vegna þess að á endanum renna allar krónur til ríkisins með einum eða öðrum hætti. Ef að ríkið vill soga allt til sín, þá sogar það líka súrefni frá fyrirtækjunum sem gefur okkur í verkalýðshreyfingunni möguleika á því að sækja fram og fá meiri hlutdeild í góðri afkomu fyrirtækja. Þetta getur líka haft áhrif ef þú ert að skattleggja fyrirtækin það mikið að það þarf að segja upp fólki og að endingu þá geta fyrirtækin ráði færri og skapað færri störf. Þannig að það þýðir ekkert fyrir ríki að ætla sér að taka allt til sín því að ég sem forystumar í stéttarfélagi, ég veit alveg hvernig þessi hlutir ganga fyrir sig. Þegar þú mætir hjá ríkissáttasemjara, þá í raun og veru með eina skál fyrir framan þig af fjármunum. Og þessi skál þannig hugsuð, hvernig eigum við að skipta því sem til skiptana hér ofan í þessari skál. Ef að ríkið ætlar að vera búið að koma og tæma stóran hluta þess sem í skálinni, þá bara minna eftir handa fólkinu. Minna eftir handa fyrirtækjunum að byggja sig upp og fjölga störfum. Minna handa sveitarfélögunum til þess að fá útsvarstekjur. Og svona gæti ég haldið áfram lengi. Þannig að ætla að skattleggja sig, að ríki ætla að skattleggja allt og alla. Það aðferðafræði sem gengur einfaldlega ekki upp að mínum dómi. Því að, eins og ég sagði, á endanum skila allar þessa tekjur sér með einum eða öðrum hætti til ríkisins. Tökum dæmi að ef að
ríkið stillir skattlagningu á fyrirtæki í hóf, verkalýðshreyfingin nær meiri árangri handa sínu fólki vegna þess að það er meira til skiptana, þá kemur það í formi tekjuskatts og útsvars til ríkis og sveitarfélaga. Þetta er bara 101 í hagfræði sem að mér finnst hérna algjörlega blasa við, en að sjálfsögðu verða allir að leggja til samfélagsins þannig að við getum rekið það velferðarsamfélag sem við viljum búa í og það má enginn koma sér undan því. Og það er ekki launafólk sem að reynir að koma sér undan því að greiða skatta á Íslandi. Því að það bara er alveg byggt inn í formúluna að þeir fjármunir skila sér. Það eru aðrir aðilar í íslensku samfélagi sem hafa komist upp með að greiða minna til samfélagsins heldur en raun og veru ætti að gera. En núna veit ég að þú hefur miklar áhyggjur og þínir félagsmenn af nægilega háum bótum fyrir það allir að fara í kulnun og nú eru náttúrulega hérna stórir aðilar á vinnumarkaði sem eru í opinbera geiranum sem eru búin að sækja sér menntun en fá hann ekki metna til launa. Þannig að við erum í smá krísu. Þú ert að segja, þú ert vantilega að tala lækkun á hérna atvinnuleysisbótunum úr hvað 30 eitthvað mánuðum niður í hvað 18 eða hvað það er? Já, það er bara kulnun almennt. Þú hefur miklar áhyggjur af þessu. Nei, fyrsta lagi þá geri ég ekkit rosalega miklar hérna athugasemdir við lækkun á atvinnuleysisbóta tímabilinu. Ég ger ekkit miklar athugasemdir við það. Ég er ekki á sama stað og Alþýðusamband Íslands hvað það varðar. Ég hef minni áhyggjur af því máli. Einfaldlega vegna þess að líkurnar á því að fólk lendi endanlega á örorku aukast gríðarlega því lengur sem þú ert frá vinnumarkaðnum. Þess vegna er snembær íhlutun að koma fólki aftur inn á vinnumarkað gríðarlega mikilvæg. Við eigum ekki að festa fólkið okkar, hvort sem það er á atvinnuleysisbótum, endurhæfingarlífeyrir eða á sjúkradagpeningum stéttarfélagana, það lengi að fólkið í raun og veru hefur ekki, hvað ég að segja, getu til að komast aftur út á vinnumarkaðin. Langar að skjóta inn í hérna, þegar ég talaði við forstjóra Stórs batterís hérna á Íslandi hjá hinn opinbera og sú sagði við mig, þetta er náttúrulega eitthvað sem að Oddur Ingimarsson hefur fjallað mikið hann er geðlæknir og hefur einmitt fjallað það að þetta hefur neikvæð áhrif á þá sem að þiggja slíkar bætur að bæði launin séu aukin og líka að það sé komið meira til móts við þessa hópa sem að fara í kulnun með lengingu. En þessi forstöðumaður sagði við mig sem að mér þótti mjög áhugavert að hún er sem sagt að díla við þessa krísu að fólk er að fara í síauknum mæli í kulnun og hún sagði mér eins og þú ert að segja að rannsóknir sýni að það sé best fyrir þann sem að fer í einhvers konar kulnun að færa sig niður þá í hlutastarf og minnka þá við sig starfshlutfall. Hins vegar hefur það komið á daginn að of margir sem að fara í kulnun hafa sér leik á borði og fara þá í kulnun, fara í hlutastarfið en ávinna sér þá full réttindi að nýju á tiltölulega skömmum tíma sem að þýðir það að þegar þú ferð í kulnun og gerir það ekki hlutastarfsleiðina að þá ertu búin að vinna þér inn full réttindi og getur þá farið aftur í kulnun. Er þetta ekki meira vandamál hjá hennu opinbera heldur en á hennum almenna vinnumarkaði? Jú. Ég held að þetta eru réttindi opinbera starfsmanna margfalt betri heldur en á hennum almenna vinnumarkaði. Og allt tal, og ég hef sagt þetta í ræðu og riti, allt tal jöfnun laun á milli markaða. Ég veit ekki hvað þau verið að tala. Er þá verið að tala að auka réttindin á hennum almenna vinnumarkaði til jafns á við opinbera starfsmenn? Það er leiðin sem Halla Gunnarsdóttir vill fara. Í fyrsta lagi þetta kjaftaði að það halli á opinbera starfsmenn. Þetta er svo mikið kjaftaði að það nær engu einasta tali. Það hallar á fólk á hennum almenna vinnumarkaði og sérstaklega á íslenskt verkafólk. Það er einu hópurinn í íslensku samfélagi í dag sem ekki hefur fengið styttingu vinnuvikunar. Það er verkafólkið. Og þá verkafólkið þarf í raun og veru að vera helst í 1, 2, 3 vinnum til að ná endur saman.
Það engin hópur í íslensku samfélagi sem vinnur eins langan vinnudag eins og íslenskt verkafólk. Stytting vinnuvikunar hjá elítunni hvernig? Tökum ráðhúsin sem dæmi. Það bara lokaði hann á hvort á föstudögum eða lokaði í hádeginu og svo bara farið heim. Símatími í 2 tíma á dag, ég man þeirra þessi þjónusta var miklu betri. Þessi stytting vinnuvikunar hefur raun og veru snúist utanum hérna elítufólkið. Allt fólk sem starfar hjá hinu opinbera sem í þessum mikilvægu þjónustustörfum, sama hvort að það á leikskólunum, hvort að það inn á dvalarheimilunum og svo framvegis, það þarf að vinna jafnvel allan sólarhringinn eins og á dvalarheimilunum. Þetta bara framkvæmanlegt þar. Þetta bara staðreyndin. Eina sem gerist þar í raun og veru það að fólk dettur bara fyrr á yfirvinnu vegna þess að vinnuvikan komin í 36 stundir úr 40 stundum. En það íslenskt verkafólk sem fyrst og fremst hefur hérna þurft að bera mestu byrðarnar eins og alltaf í íslensku samfélagi, og ég alveg sammála þess að sagði þér áðan. Það eru 2, ef ekki 3, ef ekki 4 þjóðir í þessu landi. Ég hugsa sér ekki að segja þessu 2, því að þær eru fleiri. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ég tók þátt í að innleiða styttingu vinnuvikunar einmitt fyrir vaktavinnufólk og þar var ég búinn að vara við þessu einmitt þegar að lífskjarasamningarnir voru gerðir með styttingu vinnuvikunar sem var svo að lokum innleidd hérna árið 2003 fyrir vaktavinnufólk og þá var einmitt bætt við til viðbótar einhverja vaktavinnu hvati og einhverja algjör della til þess að grípa þetta vandamál sem var mjög augljóst að myndi koma til með að verða veruleika. En ég líka það annað í þessu sem að það viðhorf, til dæmis ef við tökum bara þína þína félaga á Akranesi. Ég held að fólk eins og ég sem búum í 101 og opinberir starfsmenn og höfum það tiltölulega gott. Okkur finnst bara auðveldara að hugsa fólk á Akranesi. Þetta einhverjir svona illa þefjandi bárjárnsbúar sem fullir inn í beitingaskúr og það bara auðveldara þegar við erum að skála í Tom Collins á Kjarval að hugsa jú, þú í sinna vinnunni og já, þau fá kannski styttingu vinnuvikunar. En þegar öllu að botni kvöld, þá þetta bara fólk sem að drekkur illa og við viljum ekkert vita af því, Þau í sínum bárjárnshúsum á Akranesi, keyra í bæinn, en þar að utan, þá bara erum við ekkert mikið að pæla í þeim, Nei, ég held þetta að pæla þess meira í þeim og hafa vit á því að gera það vegna þess að það landsbyggðin sem heldur íslensku samfélagi uppi. Það landsbyggðin sem að skapar gjaldeyristekjurnar fyrir íslenskt þjóðarbú. Þar verða verðmætin til. Skal bara taka Norður og Elgum sem dæmi, Grundartangasvæðið. Það skilaði 151 milljarði í útflutningstekjur fyrir íslenskt þjóðarbú. Tæplega 10% af öllum útflutningstekjum þjóðarinnar urðu til þar. Svo hefur maður heyrt fólk hér, akkurat þetta sama fólk og þú ert að tala sem að skála hér í einhverjum kampæni á bara að loka þessu, bara gerum bara eitthvað annað. Það bara kemur eitthvað annað. Þetta svo veruleika fyrst að það næringu tali. Þarna verða fjármunindi til. Þeir verða til í laxeldinu út á landi, fyrir austan í Fjarðaráli, í fiskvinnslunum vítt og breytt landið, að hérna spóka menn sig bara og halda það að hlutirnir gerist bara sjálfu sér. Ef að þetta fólk
út á landi, nyti ekki við, þá væri eitthvað annað í þessum kampaðisklusum heldur kampaðin. Það er þetta fólk sem að geri það verkum að opinberir starfsmenn hafa vinnu. Það er með gjaldeyristekjur sem þetta fólk skapar sem að við síðan greiðum launin. Þarna verða verðmætin til. Þau verða ekki til með fullri virðingu fyrir opinberum störfum. Þau koma á eftir, þau styðja við að við getum verið með öflugar útflutningsgreinar, þau styðja við það. Mikilvæga stofnanir eins og leikskólarnir og svo framvegis. Ég meina, ef við hefum ekki leikskólana þá geti fólki sem er að vinna upp í álver ekki, það geti ekki stund að vinnu. Þannig að allt þarf þetta að fara saman. Ég manna á þingi BSRB, þetta var stuttu eftir ég hafði tekið viðtal í fyrsta skipti, ég held að það bara tekið hann einu sinni viðtal, en við Guðmund Fertram, þegar ég hitti hann á Ísafirði, og stuttu síðar, með minn þetta að hafa verið í ákveðnu samfloti, þá fór ég á þing BSRB, þar sem við vorum að fara að móta stefnuna, og þar fór einn upp í pontu og sagði já, við þurfum náttúrulega að berjast fyrir því að gera vinnuvikuna 32 klukkustundum. Og þannig var náttúrulega ekki einu sinni iðnaðarmenn á neinum sviðum byrjar að fá styttingu vinnuvikunar og ég hugsaði að Guðmundur Fertram var búinn að segja þannig að 20% af þjóðartekjunum væri að koma þannig af Vestfjörðum, 10% á Grundartanga, þannig að það erum við komið með stóra 30% sem er hressileg þjóðarframleiðsla. Eina sem þið eru með þetta er ekki umferðarteppa. Og ég hugsaði, ég man eftir þessu, ég tengdi þessa 2 punkta saman, við vorum ég vorum að tala 20% af þjóðartekjunum frá fólki sem telur 5% af þjóðinni eða eitthvað sem líkt. Á meðan opinberir starfsmenn hjá BSRB ætla að fara að berjast fyrir 32 klukkustunda vinnuviku. Og ég hugsaði bara leikjafræðilega þannig að við gerum okkur ekki allægi. Þá skulum við ekki láta það berast í tala við sem að fara að berjast fyrir 32 klukkustunda vinnuviku. Já. Ég bara tek undir þetta. Þau vilja kannski að landsbyggðin og verkafólk og þeir sem að skapa verðmæti vinni bara meira þannig að þeir geti bara verið heima allan daginn. Að þau eru ekki að mæta í vinnu. Ég skil þetta ekki. Grundvallaratriði það að það er að skapa verðmæti, skapa tekjur fyrir íslenskt þjóðarbú. Það er þannig sem við náum að halda út í því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Það gerist ekki að sjálfu sér. Og það er mjög mikilvægt fyrir alla að átta sig á því. Og mér finnst það ömurlegt að heyra í raun og veru oft á tíðum hvernig er verið að óta almenningi að mikilvægum atvinnugreinum. Ég kann bara taka slaginn og hef tekið þann slag eins og við stóriðuna. Mjög háttsett fólk í íslensku samfélagi hefur bara talað hér í gegnum tíðina að það er bara að loka þessu. Gera bara eitthvað annað. Til að taka einfalt dæmi. Þegar að álverið í Straumsvík var mikið í umræðinu hér fyrir nokkrum árum, þá sagði hér einn virtasti læknir á Íslandi að Straumsvík væri bara komið í öndunarvél, þetta er bara að taka nú sambandi. Bara leyfa henni að deyja drottni sínum, bara dæla aðeins meira morfínu í þetta og láta þess að vestmenn að fara. Þetta er fyrirtæki sem skilar 66 milljörðum í útflutningstekjur. Það verður eftir í íslensku samfélagi svona 30 til 40 milljarðar. Heldur þessi viðkomandi læknir að það muni hjálpa Landspítalanum og heilbrigðiskerfinu að missa 40 milljarða út úr íslensku hagkerfi? Veruleika firringin er algjör hjá svo mikið af fólki sem akkurat heldur þetta sama og þú varst svona í aðan. Að vera bara opinberir starfsmaður og geta halla sér aftur, það er ekki möguleiki að setja reka þig. Alveg sama hvort að hér verður hrun, COVID eða hvað. Í COVID-inu mistu hvað voru 15-20.000 manns á almennu vinnumarkaði vinnuna. Hvað gerðist hjá hennu opinbera? Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum.
Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drifa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Ég sendi fyrirspurn að árið 2019 til 2023 þá jókst fjöldi stöðugilda 33% af velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Úr 1800 manns í 2389 minnum. Já, þetta blæs, opinbera kerfi blæs út og á þessu tímabili sko. Á sama tíma. Ef að tala að þurfa að jafna kjörin á milli almennamarkaðarins og opinbera markaðarins. Þetta svo mikil þvæla að það næri ekki nokkru einasta tali. Og það sem við gerðum í síðustu kjarasamningum, Þórarinn, sko það sem að við tökum ákvörðun þegar ég og Sólveig Anna ásamt hluta af iðnaðarmannasamfélaginu að segja, prófum bara eitt, prófum að ganga hér frá hófstilltum kjarasamningi. Hófstilltum kjarasamningi sem gekk út á það að heildarkostnaðarmat samningsins væri í kringu 4%. Sömdum með krónutölu og blandaða leið. Allt gekk þetta út á hvað? Það var að allir myndu taka þátt. Fyrirtækin og tíma leita þannig út, ég man eftir að IKEA gaf út frekar en Bíkó að frysta verði í 6 mánuði og fleiri gengu í kjölfarið og myndaðist töluverð stemming fyrir þessu. Við ætlum að skapa skilyrði þannig að Seðlabankinn gæti byrjað að brosa og hjálpa honum í því að skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. En hvað gerist síðan? Eins og alltaf í íslensku samfélagi. Það bara neita allir stóru hóparnir að taka þátt. Þeir neita að taka þátt og fyrirtækin vörpuðu bara sínum vanda út í verðlagið. Olíufélögin tóku engan þátt í þessu þráttur að heimsmarkaðsverð hefði verið í frjálsu falli og lækkaði 17% á einhverjum 1,5-2 árum og gengið styrst á sama tíma. Þessu var ekkert skilað til neytenda, ekki nokkuð skapaðan hlut. Og þar að leiðandi höfum við ekki náð þeim árangri sem við vildum varðandi verðbólguna þó og vissulega hafum farið úr 8% niður í 4,3%. En svo tók Hagstofan upp nýjan mælikvarða á reiknuna á vísitölunni, svo kallað húsaleigu ígildi. Þegar maður hugsar þetta og áttar sig á því að 99% af öllum húsaleigu samningum eru verðtryggðir. Og þú ert að horfa á hvernig húsaleigan þróast frá mánuði til mánaðar. Í síðasta mánuði þá hækkaði vísitölunni 0,47%. Þannig að allir leigusamningar hækkuðu 0,47%. Svo kemur að mælingun núna í næsta mánuði. Þá klóra menn sér svolítið að leigan hækkaði 0,47%. Það eitthvað, hún fóðrar sig bara algjörlega sjálf. Og þar að leiðandi næst ekki þessi árangur sem við vorum að vonast til og það á milli 30-40% af allri verðbólgu á Íslandi keyrð áfram í gegnum húsnæðisliðin. Ég skoðaði núna í dagina frá 2015 meðaltalsverðbólga á Íslandi 4,2%. Án húsnæðisliðar hún 2,7%. Við erum 0,2% frá verðbólgu markmiði Seðlabankans. Það einn liður og ég hef sagt það oft í fjölmiðlum að ef það væri hægt að benda á okkur í verkalýðshreyfinguna og segja, það bara skjalfest, þið berið 40% ábyrgð á verðbólguna á Íslandi. Við erum bara lokuð inni. Svo alltaf verið að tala launin. Samt þessi eini liður í vísitölunni sem að bera ábyrgð á og þú getur líka farið alveg aftur til aldamóta. Þá farið sömu tölu út. Það í kringu 40% sem tengist bara húsnæðisliðnum. Og ástæðan fyrir því líka græðgisvæðing sveitarfélagana. Það sem að snillingarnir sem að voru hér fyrir nokkrum árum í Reykjavíkurborg föttuðu allt í einu upp að kalla hér innviðagjöld. Svo var það byggingaréttargjald og allskyns. Það var hægt að horfa á raunkostnað, hvað kostar að búa til lóð, gatnagerð og holræsi og annað slíkt og þar var rukka fyrir það. Núna þetta orðin bara hreinn tekjustofn og ég var að skoða lóður upp á Akranesi núna.
í nýju hverfið, það klárt, selst bara engin lóðar, þó að segja bara algjörlega klárt. 24 milljónir. Áður þú mætum hamarinn. Það bara komna 24 milljónir á lóðina áður þú byrjar. Og þetta gerir það að verkum að húsnæðisverð náttúrulega ríkur upp. Einfallega vegna þess að hver aldrei borgið síðan 24 milljónir sem lóðin kostaði. Það náttúrulega bara kaupandinn. Og beint út í verðbólguna. En ég ætla líka að segja samt sem áður að ég vorkinni sveitafélagunum að allar þær álögur sem á þau hafa dunnið á undanförnum árum, öll þau atriði sem hafa verið að koma upp, miglur í skólum, íþróttahúsum og svo framvegis, þetta þekki ég bara upp á Skaga þar sem sko þurfti að taka eitt skólan alveg gjössalega í nefið hjá okkur, íþróttahúsið líka og svo framvegis, þannig að sveitafélagunum er viss vorkun og reyna að nýta sér. Ég held að 89% síðan launakostnaður sko sem að við... Já, 76% sá ég að var hér í Reykjavík minni mig. Já, og þetta er á milli svona 75 og alveg upp í 80-90% sem að fyrir í launakostnað. Sem er ekkit smáræði, þannig að þú getur ímyndað hvaða áhrif sko kjara breytingar hafa á útgjaldahlið sveitafélagana. Svo er líka eitt sem að ég segi og hef sagt við stjórnmálamenn. Það er líka að kunna að segja það er bara ekki til peningur. Við getum ekki gert þetta núna. En stjórnmálamenn eru þannig að þeir eru kosnir til 4 ára og þeir horfa bara á sín 4 ár. Er ekkert að horfa síðan til lengri tíma hvaða áhrif þetta hefur fyrir samfélagin. Og það vantar miklu meiri sko kraft og kjark í stjórnmálamenn að segja bara hlutina eins og þeir eru. Nú þurfum við að vinna að því að ná niður skuldastöðu sveitafélagana og ríkis, tökum bara sem dæmi. Það þarf hér að fara í aðhalsaðgerðir, það þarf að fara betur með fjármuni, því að í raun og veru, þótt þetta sé kannski ekki alveg eins, að þá má kannski segja að fólk sem að rekur heimili, þegar að það lendir í fjárhagslegum vandræðum, þá setjast hjón niður og segja hvernig getum við fundi leið út úr þessu skulda vanda okkar. Stundum það fólk hjálp, alveg svo Reykjanesbæri hér forðum daga þegar fjármálin voru bara tekin af þeim, það var skuldahlutfalli komið upp í 250-300 %. Þeim var hjálpað að komast niður í 150%, en það þarf að hafa kjark. Segja bara hlutina eins og þeir eru, vegna þess að ég er alveg viss það að almenningur, hann vill líka bara fá að heyra sannleikan. Já, ég skal gefa þér sannleikan. Sko, það er alveg rétt hjá þér að hið opinbera er náttúrulega það vandamál sem er með opinbera rekstur, að þegar þú vinnur hjá almennum vinnumarkaði eftir því sem þeir gengur verð því minni peningfærðu, en hjá henni opinbera eftir því sem þeir gengur verð því meiri peningfærðu, sem er náttúrulega bara stórkostlega vandi. En sko, stjórnmálamenn eru bara alveg eins og þú og þeir eru að hugsa raskatið á sjálfum sér sko. Ég man nú bara til þess árið 2023 þegar að stytting vinnuvikuna voru að fullu innleidd, að þá mættir þú hérna og sagðir, heyrðu, ég er hérna með besta kjarasamning sem ég hef gert á ævi minni. Hvenær? 2023. Þú sagðir, það er besti samningur sem ég hef gert á ævi minni. Þar var að fullu innleitt það að stytta vinnuframlag. Þetta er alveg 2022 sko. 2023? Nei, 2022. Nei, nú var ég að leiðrétta. Leiðum mér að klára handræðina minna. Já, en þetta er bara vitlaust. Tróðaði svo venni. Já, ég geri það. 2023, að þá styttur vinnuvikuna 10% til þess að gera hvað? Til þess að takast á við 10% verðbólgu. Og hvað gerir í kjölfarið líka? Þú hækkar laun 10%. Heila lausasti samningu sem nokkuð tíminn hefur verið gerður, en hins vegar lítur hann ágætlega út fyrir því, þannig að þú ert alveg eins og stjórnmálamennir að hugsa raskatið á sjálfu þér með því að segja heyrðu, ég er rosalega mikið að græða fyrir ykkur, en þetta náttúrulega kastaði húsnæðismálunum bara fyrir bjarg, allt fyrir klessu og svo kvartar þú yfir því að verðtryggingin sé aðalvandamálið. Aðalvandamálið er það að þú ert alltaf að semja hærri krónutölu fyrir þína félagsmenn sem að svo skilja ekki á hverju verðbólga fer alltaf upp, en þú getur alltaf klappa sjálfu þér að baki fyrir það að vera að leysa málin. Áttu pressa? Ég á pressa, nú þarf ég aðeins að raskjalla þig. Hérna var þið pressa. Heyrðu, í fyrsta lagi, þú ert væntanlega að tala að því þú ert opinber starfsmaður, þá viltu tala kjarasamningana í opinberum starfsmönnum, þá ertu væntanlega að tala sveitafélagasamningana.
vegna þess að við höfum nú rætt þetta nokkuð saman ég og Sólveig Anna. Við höfum verið þannig þenkjandi í gegnum tíðina, ef við ekki að byrja því að láta fólkið ná endum saman frá mánuði til mánaðar og geti haldið mannlegri reisn áður en við förum að stytta vinnuvikuna hjá þeim. Þetta hefur nú verið okkar sín. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Varðandi opinberu starfsmennina, að því þú ert nú í BSRB, þá var þetta hávær krafa frá BSRB sem síðan flæddi inn í samningan okkar. Það var nú bara einfallega þannig. Þetta er búið að var aðalbaráttan hjá þeim og 2023 þá var þetta nú svona einhver bútasaumur, þú gast fengið einhverja 13 mínútna styttingu og þetta átti ekki að kosta neitt sem að gerði hvað. Konurnar hjá mér á leikskólanum komu brjálaðar einfallega vegna þess að það vissi ekkert hvernig þetta innleita. Nei, vissi engin hvernig þetta innleita, þetta var algjörlega ýtt yfir á vinnumarkaðin í raun og veru og það var engin undirbúin undir þetta og ég man eftir því ég var að kynna samningin og stendur ein sem vann á leikskólanum og hún sagði, Villi, þetta mér bara þýða það að við sem eru núna 5, kannski með 30-40 börn, við munum sennilega vera samt 2-3 ár þegar að hina 2 þurfa að fara í frí. Þetta er bara, hún sagði, þetta er bara einhver bastarður. En þetta getið þið í BSRB á þessu tíma, þið getur nú alveg átt þetta. Ég er bara skeggt þessu. Það var engin fjármögnun á bakvið þetta. Þetta til hugar að ætla sér að stytta vinnuvikuna og vera svo með ákvæði í kjarasamningu sem stóð, þetta var ekki að kosta neitt. Þetta er það galnasta sem að ég hef tekið þátt í, en víst að menn vildu gera þetta svona, ok, gott að vel, það var það gert. En 2022, þegar við semjum á hinum almenna vinnumarkaði og okkur lendur saman þá mér og Sólveig, það er nú allt lagast, en það var kjarasamningur sem skilaði lágtekjufólki í 14 mánaða samningi, það er alveg rétt í öðru. Þetta var ekki 10%, þetta voru 12%. En hvaða tölur erum við að tala um? Þegar þú ert að horfa á prósentur. Þú ert að tala um einhverja prósentur. Bara leið og ég get sagt við mitt fólk, farðu nú hérna í bónus og verslaði með þessu prósentuðinum. Prósentur eru aflgjafi, misskiptingar, óréttlætis og gerir ekkert annað en að auka ójöfnið í íslensku samfélagi. Ekkert annað. Þess vegna höfum við í Starfsgreinasambandinu og Eflingu lagt ofur áherslu á að semja í krónutölum. Því að það er með krónum sem við förum út í búð, förum út í banka og greiðum okkar reikninga með. En hátekjufólkið sem á tyllidögum talar mikilvægi jafnréttis og réttlætis og svo framvegis. Ég tala nú ekki konurnar sem eru komnar upp úr glerþakinu. Á Arnarhóli. Já, ég bara tek bara sem dæmi. Ef að baráttan hjá þeim væri gagnvart þessum konum sem eru þarna niðri. Nei, þetta eru sömu konur og segja, nei, það má ekki semja krónutöluhækkanir. Við þurfum að fá prósentur. Þetta er svo gjörsamlega, það er engin meining á bakvið þetta. Og þetta er nákvæmlega sama og Sólveig Anna hefur verið að gagnrýna í þessari baráttu. Það er engin meining á bakvið þetta. Ef að menn raunverulega vilja hjálpa íslensku konum í dag sem á hallar, þá er það konurnar sem eru á lægstu kjörunum, í ræstingunum, í þjónustustörunum og svo framvegis. Þetta er hópurinn sem að þarf að fanga á og horfa á og leiðrétta kjör þessara stétta. En sama fólki sem að kemur og heldur eldræðurnar, það hefur gagnrýnt að það eigi að semja hér í krónutölum. En það er vitamál og krónutöluhækkanirnar gagnast þessum konum langt best.
hér fer bara ekki sama hljóð og mynd. Og segja hvað var uppáhaldið mitt þegar hérna kvenna og kváradagurinn var hérna á Arnarhóli Já. að þá var hérna nauðsynlegum starfsmönnum alltaf vinkað. Við ætlum að vinka þeim hérna sem það í vinnunni sem að komast ekki. Og hérna, en þetta rétt hjá þér, sko, þetta hérna, ég hef haldið þetta fram, sko, að margir svona minnihlutahópar, sérstaklega lágtekjufólk, meira pólitískt barefli heldur en nokkuð annað, sko. Því að það ekkert verið, það eins og þú segir, sko, að BHM alltaf að tala hérna jafnrétti og konur og kvár og þetta og hitt og svo kemur náttúrulega Sonja hérna BSRB líka, þú veist að tala það, hvað konur og kvár hafið það skítt í þessum láglaunum störfum. En svo þegar það kemur að því að fara á kjarasamningsborðinu, þá það sko, ef einhverjum dettur í hug að fara hérna í krónutöluhækkanir, að þá þurfum við, hvað var það síðast, 3,25%, 25.000 skall pluss 3,25%. En ég meina það skilja sér alltaf betur fyrir þá til mig sem eru með yfir 1 milljón á mánuði. En það strax svo komið 3,25% Það komið 32.000, við sömdum með 24.000 og svo kemur þetta saman fólk og segir, við erum að fá minna. Nei. Þið bara, í fyrsta lagi fá bara í verstafalli sömu krónutölu verkafólkið og þeir sem eru ofar í launatöflunum, minnir að skurðapunkturinn hafi verið 751.000, þá varstu farin að haglast á því. Nei, það var bara ekki nóg. Við þurfum prósentur. Þetta eigum við líka við að etja innan Alþýðusambandsins gagnvart hærri launuðu störfunum þar. Þannig að hræsnin sem að hún yfirgengileg þegar kemur að svona baráttu fyrir jöfnuði. Því að hann ristir bara ekki nokkuð skapaðan hlut, það engin meining á bakvið þetta. Og ástæðan fyrir því að ég brenn svona mikið fyrir þetta það, og ég þarf alltaf að minna með það, ég án hátekjumaður í dag, í rosalega góðu starfi, ég skal alveg viðurkenna það ef ég myndi deila vinnutímanu niður, þá því tímakaupið ekkit rosalega mikið. Þetta vinna að vera fórustumari stéttafélagi nánast allar svona. Ég alltaf einhver djöfulan að skoða og grúska og annað bara þegar ég heima út allt. Þannig að þó að launin séu góð, en þá þarf það að vera þannig að maður þarf að minna sig á það hvernig það fyrir lágtekjufólk og lægri millitekjufólk að ná endur saman frá mánuði til mánuðar. Og ég hef sagt að við þetta fólk hjá samtökum atvinnulífs og víðar sem ég kem, þegar við sem að stöndum vel núna, förum svona með síman okkar í bónus, horfum á 26.000, fussum, þetta bara orðið geðviki, og svo borga maður út í bíl og hækka svo í útvarpinu, skilur, og búin að gleyma þessu. En hjá venjulegu fólki sem að berjast að ná hendur saman, þá þarf jafnvel að tína upp úr körfinu og skila einhverju hlutum. Það bara ekki fyrir þessu. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, en Vili, þú samt svo miðaldra, sko, ég ætla bara að sýna kamerunni, þú það miðaldra, þú með hérna flassið í gangi. Já, ég það nú bara... Málið náttúrulega bara það að þið hérna sem að berjast fyrir lágtekjufólki, þið svo miðaldra að þið ekki búin að stíga upp í hinn raunverulega heim þar sem hinn raunverulega framleiðni verður til. Þú getur vælt eitthvað yfir því að það sé hérna rosa mikið framleiðsla hérna út á landi út af því að eitthvað fólk sem getur ekki lesið sér eins og til gagns eitthvað að vinna hérna á sjónum eða beita eða eitthvað svona dellu, sko. Við þurfum náttúrulega bara að stíga inn í hérna raunheima þar sem við ætlum náttúrulega bara að taka af ykkur alla þessa orku. Þú vælir eitthvað yfir einhverju nokkru störfum, við ætlum bara að búa til gagnaver þar sem það bara einn snilling til þess að vera að búa til miklu meiri tekjur fyrir all landið. Það náttúrulega eitthvað sem við þurfum að gera, bara flytja þetta fólk í bæinn og það mun vera miklu betra að búa þar sem maður getur lært upp og nýtt einhverja alvöru hluti í stað þess að vera að gera eitthvað sem að vélar getur gert. Ég í bröldarhóðnið? Nei, ég meina, þetta bara viðhorf og ég meina, þetta samt í alvöru tala, við þurfum bara að fá aukna framleiðinni per starfsmann og það eitthvað sem við ættum að vera að horfa á frekar heldur en að vera að moka laun í einhver láglaunastörf sem að vélar geta tekið yfir á no time. Já, góður.
Já, ég menna sko grundvallaratriði það sem ég hef sagt til dæmis eins og varðandi auðlindir þjóðarinnar. Það var að vera til auðlindastefna sem gengur út á það að nýta auðlindir okkar til þess að skapa fólkinu störf. Og það þarf aldrei að sikta út hvaða störf það eru. Hvaða störf það eru sem að við eigum til dæmis að nota orkun okkar í. Við skulum bara taka hana sem dæmi. Það eru 600 manns sem að vinna hjá Norðuráli. Ég sá á síðustu skilagrein sem ég var að skoða núna að þá eru tæplega 1 milljón meðalaunin hjá verkafólki í Norðuráli. Og það er ekki 156 stunda vinnuvika þar. Hún er 145,6 tímar. Við vinna 8 tíma, 6 daga vikunar, taka 6 vaktir á 5 dögum og 5 daga í frí. Þetta eru 145,6 tímar fyrir tæpa 1 milljón á mánuði. En vissulega er fólkið að vinna á kvöldin, nóttinni, jól og áramót og svo framvegis. Erfiðisvinnu líka. Erfiðisvinnu, já, sem skilar raunverulegum útflutningstekjum sem að heldur síðan öllu hinu uppi. Þannig að gagnaver, það sem að 1, 2 er að vinglast og skapar engin störf, en Landsvirkjun, hún kannski horfir á það og segir, já, við getum fengið þarna $55 fyrir megawattstundina hjá þeim sko. Við þurfum að fá meira. Það er ekki hort á heildarmyndina. Það er ekki hort á öll fasteignagjöldin sem að fyrirtækin er að greiða upp á Tanga. Það er ekki verið að horfa á hafnargjöldin. Það er ekki verið að horfa á aðkomu viðvöruna hjá Eimskip vegna þess að því að Norðurál sem að margir tala þessi stór fyrirtæki ætti bara að loka. Það bara aðkomu viðvörun. Bara vegna þess. Ég held að sé 1 skip hjá Eimskip sem er bara í flutningum á aðföngum fyrir Norðurál. Þannig að það þarf að horfa á heildarmyndina og sjá og reikna út hvað eru auðlindirnar okkar að nýtast okkur best. Og að sjálfsögðu eru þær að nýtast okkur best í því að við vinnum sem er mest og sköpum störf og vel launustörf. Nákvæmlega saman eins og með fiskinn, þurfum að passa okkur á því að hann fari ekki að flæða hér óunnin út úr landi. Við getum þá bara tekið annað dæmi eða því að þú nefndi gagnaver, fá bara hæsta verðið, hæstu framleiðina og svo framvegis. Okkur bjóðum við þá ekki bara út allar okkar aflaheimildir á efnaðaska hjá Evrópusambandinu. Segjum bara við Bretan og alla, við erum þetta með 200 tonn, gjörum svo vel, þið getur boðið í þetta. Hvað er þetta fólki að vinna við? Já, líka meina, og þetta er raunverulegt dæmi sem voru takað eins og þú ert eins og Akranesi, það sem HB Grandi, hvað var að síðast 2017, sem er hópið að fara út, en Elka með Norðurál eru þannig ennþá og það er, svo við dettum aðeins úr brandargýrinum út af því að það er í alvöru mál. Það er alvöru mál. Það hvernig er, þú veist, staða fólksins, þú veist, hvernig er staða verkafólksins þannig að þetta lítur að vera laust í taumunum. Jú, þetta er búið að vera mikil rússibani núna, mikil óvissa eftir að spennarnir fóru, að þá fóru út 66% allir framleiðslunni. 66%. Þetta eru 320 kér og ég reknaði nú bara út hvað þetta er í töpum útlendistekjum að miða við álverðið í dag og gengi dollarans. Þá er þetta kringu 6,4 milljarðar á mánuði sem tapast í útlendistekjur og auðvitað hafði maður áhyggjur af því hvað myndi gerast fyrir fólkið. Það sem að gerðist strax var að 40-50 afleysingafólk, skólafólkið okkar sem að er í raun og veru að taka fullt af vöktum helgar og jól og áramót og líka á kvöldin og bara eftir skóla, það misti strax vinnuna. Þannig að þetta hefur strax haft áhrif. Þetta hefur líka haft áhrif á alla yfirvinnu hjá fólki. Það stendur ekki til boða núna vegna þess að það er bara 33% framleiðsla. Afleiddu störfin, það eru 1000 afleidd störf sem að
þjónusta Norðurál með einum öðrum hætti. Það mun hafa verulega áhrif þar. Aðalmálið sem við erum að horfa á núna er tímalengdina. Það er verið að tala um hvort það sé að gera við þessa spenna. Ef að það verður ekki hægt, þá erum við að tala um 10 til 12 mánuði sem að þetta verður. Og það ég veit ekki hvað mun gerast varðandi uppsagnir. Elkem er líka í vandræðum bara út af heimsmarkaðsverðum og annað slíkt. Þar er verið að slökkva á einum ofni af 3. Allt er þetta þessi óvíðský sem ég er að tala um. Það sem er verið að umsvifin er að minnka. En það er líka mikilvægt að almenningur átti sig á því. Þó að Grundartanga sé lífæð okkar Akurnesinga, þá er það Hvalfjarðarsveit sem fær alla tekjurnar af fasteignagjöldum og öðrum opinberum gjöldum fyrir utan útsvarstekjur. Það er ekki Akraneskaupstaður. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þess vegna hef ég alltaf verið að tala um mikilvægi þess að horfa á atvinnu uppbyggingu innan Akraness. Það er Hvalfjarðarsveit, það er 800 manna sveit sem að fær alla þessa stóran hluta þeirra tekna sem þarna verður. Við fáum bara útsvarstekjurnar af þeim sem að eru með póstnúmer 300. Við hins vegar stöndum síðan í stafni við Akurnesingar í að verja starfsemina og Akraneskaupstaður er síðan í allskyns viðræðum við að reyna að laða fyrirtæki meðal annars upp á Grundartanga í gegnum þróunarfélagið. En ég veist að þetta sé eiginlega eina sveitafélagi sem er að berjast fyrir atvinnuuppbyggingu í öðru sveitafélagi. Landrýmið á Akranesi er afskaplega takmarkað. Þetta er bara lítið frímerki sem við erum. Hvalfjarðarsveit er alveg ofan í bæjarmörkunum hjá okkur allan hringinn. Þess vegna hef ég verið að tala um það opinberlega mikilvægi þess að Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit sameinist með möguleikana sem við höfum. Ég tala ekki um þegar Sundabrautin kemur. Þegar maður verður 20 til 25 mínútur hérna inn í miðbæ Reykjavíkur frá Akranesi. Tækifærin sem við höfum til sóknar. Svona eins og ellið er að gera. En til þess að það geti átt sér stað, þá þarf atvinnulífið að vera öflugt. Það er númer 1, 2 og 3. En innviðirnir upp á Akranesi, við vorum að opna núna nýtt íþróttahús. Við erum með sprungunýjan leikskóla, risastóran. Við erum með 2 frábæra grunnskóla, við erum með fjölbrautaskóla, við erum með frábært sjúkrahús, háklassa sjúkrahús, við skurðstofu, fæðingadeild sem að marga konur hérna á höfuðborgarsvæðinu kjósa að keyra upp á Skaga og eiga barn þar. Það er engin 8 tíma það er frægt. Það er engin 8 tíma, já það er frægt sko, það var einn sem komst ekki alla leið og ég held að hún hafi fætt í Hvalfjarðargöngum. Sko, það er engin 8 tíma bið á slísamóttökunni heima. Ég man nú ekki hver það var nú einhver fjölmiðlamaður sem að skar sig eitthvað illa. Hann ákvað frekar að keyra upp á Skaga og fá þjónustu upp á Skaga. Þannig að við erum með sko alla innviði upp á 10. Við erum með dásamlegt samfélag. Íþróttastarfið okkar og allt þetta sem ég var að þylja upp áðan. Möguleikarnir okkar eru óþrjótandi. Já, ég hef reyndar fjallað með þetta. Ég fjallaði sérstaklega með það sko því að ég gerði mig grein fyrir því árið 2019 með mínum útreikningum að fasteignaverð á Selfossi myndi koma til með að rjúka upp. Sem það svo gerði og þetta var tímum þess að margir voru að halda sér höndum út af fallegu áhær. Og ég sagði að þú veist, hann mun rjúka upp hana. Og svo sagði ég svo í kjölfarið að það þyrfti samt líka að verða í samfloti með einhverju atvinnuuppbyggingu og þannig að búa til einhverju matvinnslufyrirtæki og annað og þannig að nýja miðbærin að það vantar samt eitthvað.
það sem ég alltaf að einbra svolítið á til þess að stjórnvöld geti gert frekar og tiltölulega auðveldlega að ýta undir atvinnuuppbyggingu í svona sveitarfélögum í mikilli nálægð við höfuðborgarsvæði sem myndi svo líka auðveldlega létta á öllum húsnæðismálunum á höfuðborgarsvæðinu. En þetta einhvern veginn svo staðnað á svo mörgum sviðum út af því að eina sem að mér finnst allavega ríki og þetta og sjálfstæðisflokkurinn líka segur þetta og aðrir stjórnmálaflokkar sem hafa verið við völd hérna síðastliðin allavega 10-15 ár sem að snýra því að það allt og lítið hugað því sko ríkið eða sko borgarinn eru til fyrir ríkið en ekki öfugt. Og þetta viðmót sem að mér finnst vera mjög mikið við líði í dag, meira reyndar hjá þessari ríkisstjórn heldur en að var við fyrir ríkisstjórn vel, sem að kemur svolítið óvart að það var nóg að því þá. En að sé ekki verið bara eins og þegar að einhverjum gengur vel að þá strax í mann eftir bara, þú veist, eins og með þess að í fjölmiðlum að þá var talað það að þegar að Kólaplast keypti Kerecis þá var strax farið það, já, en hvað borgaðir í skatta? Það ekki frábært að eitthvað lítið sveitafélag sé að ná að auka sína tekjur og blómlegu nei, hvað fæ ég? Skilur ríki, ég kom ekki nálægt þessu og mér finnst það ætti að vera sko skylda opinberra starfsmanna að lesa litlu rauða hænuna sem að baka brauðið og enginn vill taka þátt í. Þetta algjör, sko, þetta besta saga sem að ég veit og það hún svo lýsandi fyrir það hvernig við horfum á hlutina. Þú veist að ríkið einhvern veginn, að bara það sé bara einhver selur eitthvað, einhvern gengur vel, að þá strax farið það hérna, já, en hvað ég? Og það svona tvær hliðar sósíalískar hugsunar sem að önnur hugnast mér ágætlega, sem að að berjast fyrir því að meira sig eftir í vasa þess sem að skapar einhverja hluti, svona 1848 sósíalismi, en hitt bara að ríkið að sjá allt og vera með puttan í öllu. Og mér finnst við allt og mikið vera í hennu síðanemndar. Sko. Ég bara tek undir það og þetta bara góðu punktur hér. Hann bara alltaf verið að öskra hér að hvað getur ríkið tekið meira til sín. Tökum einfalt dæmi og ég svaraði nú því hérna með færslu á Facebookinni þegar fyrrverandi ríkisskattstjóri Indriði Þorláksson skrifaði grein á Heimildina að Norðurál hefði aldrei borgað tekjuskatt á Íslandi. Það hefði komið sér hjá því. Ég bara hrökk við vegna þess að því ég mundi nú bara að árið 2013 þá þurfti ríkissjónvarpið að biðja Norðurál afsökunar vegna þess að þá var Norðurál í 7. sæti yfir hæstu tekjuskattsgreiðendur á Íslandi. Þannig ég fór bara og ég fer alltaf inn í ársreikninga þessara stóru fyrirtæki þar sem ég mestu á hagsmunni, þannig að þegar ég að setjast og semja við þá þýðir ekkit bullshit við mig. Ég veit nákvæmlega hver skuldastæðan hver hérna, hvert hlutfall launa af heildarveldu og svo framvegis, en ég skoðaði þetta að frá 2010 þá hafði Norðurál greitt 13 milljarða í tekjuskatt, núvirt 20 milljarðar. En þetta var yfir skattstjóri sem bullaði svona, tóma steypu og svo fólk þarna úti sem að pikka svona þvælu upp og trúir þessu. Indriði Þorláksson veit nákvæmlega að þetta var kolrangt. Hann líka sagði að það var lítill hluti eftir íslensku samfélagi. Það vita mál að það ummið að yfir 50% af öllum útflutningstekjum sem verða eftir íslensku samfélagi. Þetta bara vitað. Þetta bara tölulega staðreyndir. En svona, og það var þetta sem ég var að tala áðan, hvernig sumar atvinnugreinar eru talaða niður og sko vera að óta almenningi gegn þeim. Þetta svo ótrúleg þvæla að það næri ykkur tali. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það
nákvæmlega það sem að heitir pottar.is, auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitir pottar.is, græja þetta fyrir þig. Nei, ég ég ætla að vera sammálaðir sko, því að eins og þú varst að ræða áðan í sambandi við Vestfirðina og þið voru að lognast út af, áttu náttúrulega sérstaklega við sunnanverða Vestfirði sem að ég kannast nú aðeins við, þar sem maður getur séð bara hvernig þróunin hefur verið til batnaðar sem betur fyrir, en hvernig niður yfir var samt líka. Þú fer á Bíldudal, að þá augljóslega eru þeir verst úti, svo leiðist til Tálknafjarðar og svo til Patreksfjarðar. Þar sem þetta var orðið bara verulega slæmt, en svo kemur þannig uppbygging gegn laxeldi. En það er eins og þú segir með þá atvinnugrein að það er bara, þú veist, stórkostleg uppbygging á öllu sem við kemur. Það er líka mikið þetta almenningur áttisauðinu. Af því ég sá einhvern tímann frétt núna að ég held að það veri líka inn á heimildinni. Að laxeldi verði ekki búið að borga neina skatta, tekjuskatt hérna. Það er eins og þetta fólk bara þekki ekki ísti skattalög. Skattalögin eru bara einfallega þannig að þegar þú ræðst í miklar fjárfestingar, þá hefur skattalegt svigrúm til að afskrifta og það gildir ekkert með laxeldið eða stóriðina, þetta gildir bara með öll íslensk fyrirtæki. Ef þú stofnar fyrirtæki, ræðst í miklar skuldasöfnun við uppbygginguna, þá ertu með skattlaus tímabil þar til þú ert búin að ná þinni fjárfestingu tilbaka. Eins og allan fyrirtækjarekstur sko? Ég er að tala alveg sama, það er bara vídeólega sko. Þetta er bara nákvæmlega sama. En það er verið að reyna að telja almenningi trúum það að þetta sé eitthvað óeðlilegt á ferðinni. Haldið þið ef það væri eitthvað óeðlilegt við þetta, að skatta yfirvöld væru þá ekki búin að fara í slík mál. Og ég veit ekki hvort að margir vita það. En ég veit til þess að, ég held að vera fljótlega eftir hrun, af því að þá var gerð innrás inn í Norðurál og allt bókaldi tekið og það var hjá ríkisskattstjóra í ykkur 3-4 ár. Svo kom bara svona lítið snepill, engar athugasemdir. Samt er svona þvælu haldið fram, skrifað eitthvað svona hluti sem stenst síðan enga skoðun, ekki einustu. Og þetta er svo óþolandi sko, hvernig er verið að óta þjóðinni gagnvart mikilvægum atvinnugreinum. En auðvitað á samt ekki að vera þannig að fyrirtækin eigi að geta leikið hér stikkfrí og ekki borga til samfélags og annað slíkt. En það bara að passa að það gerist ekki með þeim hætti að það hafi þær hættur að sé þrengt af fyrirtækjunum. Það er alveg sama hvaða fyrirtækið er. Ég hef alltaf sagt og tel það farsælustu lausnina að búa rekstrar umhverfi íslenskra fyrirtækja með þeim hætti að þau geti vaxið og dafnað, borga fólkinu góð laun og fjölga störfum. Að endanum skilar það sér margfalt til ríkisins og líka til sveitarfélaga. Já, og það er líka bara, hefur ákveðið menningarlegt framlag líka. Ég held til dæmis að það sannfæra unga krakka það að vera loftslagskvíðinn og vera kvíðinn yfir öllu og að hafa engin áhrif á þig að vera mikið í símanum og að ASÍ mæti alltaf hérna þegar ræður einhver krakka í vinnu við það að vera í sveiti eitthvað, það var ASÍ mætt bara ertu í barnaþrælkun. Ég meina það var ekkert barnaþrælkun hérna áður, ég veit til þess að fólk á aldrei við þig og pappa og aðra. Þeir voru bara mættir út á Akur til þess að sjá fyrir sér og fengu jafnvel bara borgað í einhverju mat eða einhverju öðru. Þú veist, þetta viðhorf fólks það að ungi krakkar eigi bara að vera hérna heima hjá sér að vorkenna sér og svo náttúrulega ráða foreldrarnir ekkert við á þetta því að það er ekki búið að ala það upp. Við erum að sannfæra það á að þeir geta orðið íþróttamenn eða þeir spila nægilega mikið af tölvuleikjum en það er búið að það er bara krakkiðin er bara tölvufíkill. Nei, hann er íþróttamaður. Þessi krakki er ekkert íþróttamaður, hann er bara tölvufíkill eins og ég var. Þessi dellan þetta og að vera einhvern veginn í alltaf að því að atvinnusköpun sé einhvern veginn svona tortryggileg út af því að þeir eru kannski ekki að greiða nægilega mikla skatta hérna eða eru í atvinnuuppbyggingu.
Þetta hefur bara stórkostleg menningarleg áhrif þar sem að við erum öll að fara að vorkenna okkur til velmegunar og að endingu náttúrulega sko, snýst þetta upp í andhverfu sína og mér finnst við reyndar að vera komin svolítið á þann stað. Mögulega mun þetta réttast af núna þegar það kreppir að og það er orðið töluvert erfiðara, þá getum við ekki verið að niðurgreiða tilvist allra sem að vorkenna sér nægilega mikið. En ég held einmitt að þetta viðhorf þurfi svolítið að hverfa braut áður en við komumst á jafn slæman stað og raunverulega hægt að komast á. Og kannski verður okkur bara þrengt í þetta, kannski verður okkur bara þrengt í það að segja hérna, já nei, kannski þurfa bara allir að leggja hönd á plóg og kannski getum við ekki verið að tala niður allt á landsbyggðinni, kannski getum við ekki verið að tala niður alla þá sem eru að reyna að gera eitthvað úr engu og hugsa bara það hvernig við ætlum að skattleggja ef þeim tekst þrátt fyrir allar kvaðir sem eru sett fyrir fram af ríkisstjórninni að komast í gegnum þann skapl og skapa eitthvað. Þá ætti fyrsta spurningin ekki að vera, ja, heyrðu, hvað fæ ég? Og það er litla gula hænan sem þetta heitir á íslensku. Þetta heitir á ensku litla rauða hænan en á íslensku er það litla gula hænan. Ég segi bara, og hef sagt alltaf, fólk sem tekur áhættu í lífinu, fer í atvinnurekstur, leggur kannski allt undir. Byrjar jafnvel launalaust fyrstu 1, 2, 3 áruna með að byggja fyrirtæki upp. Hvað er að því að þetta fólk hagnist af slíku á endanum? Ef það hefur tekið áhættu og unnið heiðarlega í sínu. Við höfum að gleðjast bara yfir því að það sé til aðilar sem eru tilbúna til að taka áhættu. Jafnvel veðsetja húsi sín og svo framvís. Tekur áhættu. En þá er alltaf talað sko, hann þarf að borga meira. Þetta er óvinnuðinn. Nei, þetta er ekki óvinnu mínir. Óli vinnu minn Adolfsson, miðherji hérna okkar Skagamanna, ég þekki hann mjög vel. Bara duglegri mann hef ég ekki kynst, skilur mig. Nú er ég ekki að tala út frá pólitík. Hann er alltaf mjög vakinn og sofinn yfir til dæmis hagsmunum okkar Akurnesinga og þegar hann var í sveitarstjórninni. Hvað gerði þessi maður? Þessi fór og læriði hér að verða lyfjafræðingur, stofnaði hér fyrirtæki, lagði allt undir, fór hér sko með mál fyrir samkeppniseftirliti og vann það gegn einum risa, hefur síðan stækkað á held ég eitthvað 2 eða 3 apótek. Ég myndi alveg áætla að Óli sé orðinn bara sterkefnaði maður. Ég segi bara bravo, bara frábært að það sé til einstaklingar sem eru tilbúnir til að taka áhættu og berjast fyrir sínu. Þetta má ekki vera þannig að það fái bara allir allt fyrir ekkert. Þú þarft að hafa fyrir lífinu. Ég reynda tók ákvörðun því ég var, held ég 11 ára og var að bera út fyrst mokkan. Þá hætti ég því, ekki vegna þess að ég var ekki sammála á mokkanum. Fór frekar í þjóðvélinu því að það voru bara 2 síður og það var svo auðvelt að bera það út. Að pókin var svo léttur. Ég fór á mína fyrstu vertíð á sjó 15 ára gamall. Hvar var ASÍ? Ég bara, í dag, skilum við mig. Come on, hvað myndi gerast ef að þetta væri 15 ára á heitri netavertíð? Sko, þetta var vetravertíð og hérna, ég var byrjað að beita 12 ára ásamt bróður mínu, vorum með 1 gang saman, 4 bjóð. Ég held að við þurfum eitthvað aðeins líka, sko kynslóðirnar, við þurfum eitthvað aðeins svona að endurmeta þetta. Endurmeta, ég er ekki að segja það að það sem að maður gerði í gamla daga, sko, bæði hvernig maður var að leika sér niður í fjöru og flekum en róandi langt út á margt sem bara var algjör steypa og alveg ótrúlegt í raun og veru að það hafi ekki hlotist oft skaði af. Ég ætla bara að segja það alveg svo en það má fara millivegin sko. Sleppa kannski brennivinun og sígarettunni í hérna beitingaskúrnum en annars með að vera 12 ára. Já, í beitingaskúrunum var oft líf og fjör á föstudögum sko. En þetta var bara tími sem að ég held að bara herðir fólk upp og gerir því að mönnu. Það þurfa allir að hafa fyrir lífinu. Við fáum allskís áskoranir í fangið. Og ég held að þetta sé dálítið mikið þannig, ef þú hjálpar þér ekki sjálfur, þá er rosalega erfitt að hjálpa þér. Já, það er ekkert hægt. Ég segi alltaf við strákana sem ég er að kenna hnefaleikana, sko. Ég segi alltaf við að þið eru að verða mönnum og þeir eru að fara að taka við samfélaginu og þegar það gerist þá þurfa þeir að geta tekist á við erfiðar aðstæður sem er náttúrulega eins og að stíga upp í hring. Já, en þeir þurfa bara að takast á við erfiðar aðstæður og við getum alveg reynt einhvern veginn að komast hjá því og vera að klappa þeim og segja þeim hvað þeir eiga að vera kviðnir og eitthvað annað. Við höfum að búa til samfélag, sko, ég segi við búum í dásamlegu landi.
það þarf ekki að fara neitt í grafgötu með það, bara allar auðlindirnar sem við eigum og allar möguleikana sem við höfum. Þess vegna skilji ég ekki af hverju getum við ekki stilt þetta kerfi þannig að það hafi það bara allir svona þokkalega gott. Við höfum alla burði til þess. Auðvitað alltaf einhver frávik af fólki sem getur ekki hjálpa sér og þá þarf náttúrulega bara velferðarkerfið okkar að fanga það fólk. En við þurfum að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Það grundvallar atriði. Búa til þannig skilyrði að fólk geti náð endur sama frá mánuði til mánuðar og haldi mannlegri reisn. Þetta fjármálakerfi okkar, þetta bara skrimsli inn í íslensku hagkerfi. Og þegar ég segi fjármálakerfi þá var ég líka að bauna á lífeyrissjóðina með öllum þeim kostum sem að lífeyrissjóðunir hafa. Þá eru þeir líka risastórt skrimsli hérna inni. Það eru 8.400 milljarðar sem að lífeyrissjóðunir eiga. Þar af eru 5.000 milljarðar inn í íslensku hagkerfi. Og þessi 5.000 milljarðar öskra á ávöxtun, meiri ávöxtun í dag heldur við fengum í gær. Og þegar við erum bara 400.000 og til að standa undir þeirri ávöxtun á þessum 5.000 milljörðum, þá eru það bara neytendur og heimilin sem þurfa að fóðra þetta fé. Þannig að lífeyrissjóðskerfið með þeim kostu sem það hefur, það reyndar að lúberja fólkið á meðan það á vinnumarkaði. Allt til þess eins að þú að geta haft áhyggjulust ævikvöld þegar þú kemst að eftirlaun. Ég held að þetta endi bara þannig að ef við endurstillum ekki þetta kerfi okkar, þá getur ekki staðið uppréttur þegar kemur að töku lífeyris. Við getum aukið heimildi lífeyrissjóða til fjárfestinga erlendis og ég segi lífeyrissjóðir eiga aldrei að fá að fjárfesta hér í dagvöruverslun, olíufélögum, tryggingafélögum og þessum félögum þar sem að þessu bara varpað út í verðlagið til að fá ávöxtunna. Þeir eru að fjárfesta í gjaldeyrisskapandi atvinnugreinum eins og til dæmis í sjávarútvegi, í Brim, vinnslustöðun og öllum þessum fyrirtækjum. Þeir eru að kaupa öll bréf þar upp. Og af hverju? Jú, vegna þess að ávöxtunni þar, hún byggist út af því hvernig ganga veiðarnar, hvernig náum við að selja afurðirnar. Það þarf ekki að varpa neinu á neytendur til að fá ávöxtun þar. Það gengur allt út á því að gæta að því að selja vöruna sem best, vinnana sem best og auka gæði þeirra fiskafurða sem við erum með. Það verið útflutningsgreinunum? Algjörlega, sem skapar gjaldeyri fyrir íslenska þjóð. Líka má segja í innviðunum okkar hérna. Lífeyrissjóðir, margir sagt, sjáu Hvalfjarðargöng, lífeyrissjóðir tóku þátt í því. Lífeyrissjóðir tóku bara ekki þátt í því í byrjun. Þeir vildi ekki snerta þau með töngum. Spölur þurfti að fjárfesta sig erlendis í upphafi. En svo þegar lífeyrissjóðir fóru svona að kíkja svona bak á öxlina og segja, þetta bara gengur allt bara bullandi umferð þarna. Og þegar að Spölur tók ákvörðun að endurfjármagna sig, þetta hét Hancock held ég þetta fyrirtæki sem þeir fjárfesta, þetta var erlend tryggingafélag, þá komu lífeyrissjóðir og voru tilbúni til þess að taka þátt í þeirri endurfjármögnun. Auðvitað eins og Sundabrautinu og fleiri innviða uppbyggingum, þar geta lífeyrissjóðir tekið þátt. Auðvitað verða veggjöldar og annað slíkt, en þetta eru fjárfestingar sem að skila sér alveg gríðarlega til alls samfélagsins, en að vera að láta það vera hér inn í högum og festi og svo segja bara allir að bullandi samkeppni. Lífeyrissjóðir eiga hvað 70% í högum, 70% í festi. Hvað samkeppni þetta? Síðan kannski einhver einn aðili sem á 5-6%, hann sé að stjórnar öllu. Og svo rekstrakostnaðurinn líka bara eitthvað stjórnlaust galinn, sko? Algjörlega stjórnlaust galinn. Þannig að ég held að lífeyrissjóðir þurfa að endurstilla sig, þeir eiga líka fjárfesta til dæmis í húsnæði, miklu meira, eins og gengur og gerist erlendis. Besta fjárfesting lífeyrissjóða í húsnæði. Húsnæði hefur ekki gert neitt annað heldur en að hækka hér og þetta bara örugg fjárfesting fyrir lífeyrissjóðana. Þannig að það þarf að endurstilla þetta og sjáðu bara, svo eru þessi blessuðu bankar sem eru konið með tæpa 800 milljarða í eigið fé.
og til að fá 10% arðsemi af því þá þarf það að vera með 80 milljarða hagnað. Þetta er svo gjörsamlega galið hvernig þetta er. Já, ég kann ekki nægilega vel en hana bankamarka. Eina sem ég veit bara að ég má ekki gagnrýna það því þá lokaði þessu hlaðvarpi. Ég get gagnrýnt það því að við erum stæðst í innlánsveitandinn hérna í Landsbankanum aðgræðsi. Nei, ég er að djóka, það má drulla yfir það eins og þú veist. Ég læt á heyra það, ég get alveg stætt að ég er á nú. Þetta er bara, það þarf að stilla þetta fjármálakerfi þannig af. Það er eitthvað óeðlilegt að 3 bankar sem hafa það hlutverk að geyma og lána peninga skuli skila meiri hagnaði heldur en allur sjávarútvegurinn samtals. Ef ég man þess að tölur rétt. Þetta er með smá fyrirvara. En það er eitthvað óeðlilegt við þetta. Ég er ekki nægilega, Hörður Ægisson verður bara með þér að drullið við næsta. Ég er nú búin að lendi því ég veit að það er ekki dagmálum. Jú, ég er rosalega gaman að því. Ég líka. En ljúkum þessu á því að ræða ríkisstjórnina. Því að þú horfir á þetta í þessu svona þröngu linsu sem við vorum aðeins komin inn á þann í samvættu við Akranes, Grundartanga og annað. Hver eru skilaboðin til ríkisstjórnarinnar núna í dag gagnvart þínum félagsmönnum? Mín skilaboð eru fyrst og fremst þau að skapa heimilum og fyrirtækjum betri rekstrarskilyrði. Ég tel það galið að ætla að sér að skattleggja sig út úr vandanum. Það er miklu auðveldari leið að auka verðmætasköpun í íslensku samfélagi. Það er það sem við þurfum að gera. Ég vil að ríkisstjórnin dragi helst tilbaka stóran hluta af þessum skattatillögum sem þeir hafa verið að kynna eins og þetta sem ég nefndi áðan með vörugjöldin. Því ef að það reynist rétt að verðtryggðar skuldir heimilana hækkjum 12 milljarða bara út af þeirri aðgerð einni saman. Ég hræðist líka kílómetragjaldið stórlega. Því ég ánættur að sjá olíurisana skila lækkuninni að fullu. Það getur vel verið að gera það kannski svona fyrstu dagana. En þetta laumast síðan aftur og þetta verður bara tvöfaldur skattur eftir einhvern x langan tíma. Það bara gerist. Og ríkisstjórnin þarf að taka á þessum málum, það þarf að taka á ríkisfjármálunum, það þarf að draga úr þeim, það þarf að minnka báknið, það þarf að endurskoða ég segi ég ætla bara að segja það, mér finnst það óeðlilegt að þegar embættismenn hér vinna vinnuna sína þannig að það er algjörlega óásættanlegt að það sé ekki hægt að losa sig við slíka einstaklinga. Mér finnst þetta bara algjörlega galið. Það getur leyst það út fyrir 10 milljóna. Já, með 10 milljóna, það þarf að endurskoða þetta algjörlega að fólk sem verður jafnvel uppvísti að því að hafa farið á svig við reglur og annað slíkt, að það sé bara hægt að segja, heyrðu, þetta er ekkert mál, þú ert hvað sem með skipunarbréf hér í 4 ári viðbót og við borgaðu bara full laun, komdu bara og tiltöður hérna. Jafnréttisstofu eitthvað. Já, mér finnst þetta algjörlega galið. Og ef við höfum að jafna réttind á milli markaða þá hefur þá hallar á almenna markaðin, svo sannarlega. En auðvitað er það þannig að fólk stendur sig ekki í vinnunni, mætir illa, skilar ekki sem það á að gera. Eða skýtur upp á bak. Já, eða skýtur upp á bak. Þá er það bara, og á að vera eðli vinnumarkaðarins, að atvinnurekandi á ekki að þurfa að sitja uppi með slíka einstaklinga. En auðvitað er síðan til einstök atriði sem að mér finnst óþólandi og það er kannski ef að einhver yfirmaður þolir ekki einhvern, en viðkomandi starfsmaður er bara mjög góður, skiluru. Það er svonlega stæmi sem ég hef fengið. Það hefur ekkert verið upp á starfsmannin að klaga, en bara vegna þess að því að hann fyrir taugarnar á yfirmann og þá bara sagði honum upp, vegna skipulagsbreytinga. Og maður getur ekkert sagt, jú, það er verið að borga honum uppsagnarfrestinn og búið.
En hjá hinu opinbera, þetta er náttúrulega, það þarf að endurskoða þessar hluti. Því að það eru skattgreiðendur á endanum sem greiða fyrir þetta allt saman. Það er bara þannig. Það er almenni markaðurinn sem stendur undir því að við getum rekið það velferðarsamfélagi sem við viljum reka og þess vegna er svo mikilvægt að það sem fari vel með skattfé og það er líka mikilvægt fyrir almenning þegar það er verið að öskra á fjármagn úr öllum áttum. Gerið þið þetta, gerið þið þetta, gerið þið þetta. Þá skal fólk bara átt að segja því. Það er bara verið að gera þetta með skattfé sem að það leggur til samfélagsins. Og ég bið bara fólk að taka launaseðilinn sinn. Horfið á hann. Horfið á hvað þeir eru að borga í skatta. Ef þið sjáu þessa tölur bara á, ég veit að fólk gerir þetta ekki öllu jöfnu. En leggið þetta saman yfir árið. Og hafið þið síðan meira það að segja hvernig er verið að ráðstafa skattfénu ykkar. Já, svo er þetta með þess að líka verra en það, út af því að þú þarf líka að gera grein fyrir því að það sem fyrirtæki þarf að borga er ekki einu svona allt á launaseðlinum. Það er tryggingagjaldið, það er 11,5% í lífeyrissjóðina og margt annað. Mótframlag og fleira. Já, það er mjög dýrt að vera með fólki í vinnu og þetta má ekki vera þannig að gjöldin verði ekki það mikil að það fari upp í andhverfi sína að fjölga fólk. Nei, nákvæmlega. Vilhjálmur Birgisson, við látum ekki líða langt á milli þátta en þetta er svo ógeðslega skemmtilegt. Þetta er gaman. Gott að sjá þig, takk aðeinslega fyrir að koma, þá getur næst. Takk.